Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, komið sæl aftur og velkomin á Rauða borðinu. Ég heiti María Lilja og hingað komið góðan gestur. Í fyrsta sinn, Gauti Þeyr Másson, MC Gauti. Fyrsta sinn hérna í Rauða rými. Ég er impressed. Já, þetta er svolítið eins og vera svona í móðukviði. Ég var vissum að þetta væri bara svona hotn eitthvað staðar, eins og öll podcastrými. Ég hef ekki ennþá farið í neitt podcastrými sem er ekki bara hotn. Þannig að það er fullt af fólki á græjum og það er svona 7 kamerur og ljós. Já, þetta er gott, sko. Þetta er gott stöf, sko. I like it. Þú varst að gefa út nýja plötu, byrjum á því. Stéttin. Já. Af hverju Stéttin? Mér fannst það bara, sko það er dálítið, sko ég byrjaði náttúrulega að rappa, 12 ára eða eitthvað, gefa út fyrstu plötuna síðan 2011 og var eitthvað neginn bara ég er rappari, bara rappari og var mikið að skeita líka og þegar Varst ekki rímnaflæði eða eitthvað svona? Jú, 2002, 2003 og 2004 og lenti aldrei í sæti, sko. Og ég var svona, fyrir þessa plötu þá fór ég svona aðeins að pæla aftur í rappi, alveg svona, það búið að rappa öllum plötunum mínum, en ég fór að pæla mikið í rappi. Og í kjölfarið því þá fór ég að vera aftur á hjólabretti, 35 ára, einhvern veginn að grípa í gamla sportið mitt. Og ég fann bara kjarninn í mér er rapp og hjólabretti, sem að ég kannski... Ég segi ekki neglegt að ég hef samt íttið einhver leiti til hliðar eitthvað svona, nú er ég búin að þroskast og verða aðeins að gera þetta og þetta og þetta. Ég má ekki gera þetta sem ég elska því að ég á að vera fullorðin. Já, og ég sem fattaði bara, ég elska ekkert meira en að vera á Ingólfstorgi og ég elska ekkert meira en að rappa og mér fannst nafnið Stéttin bara binda báða þessa hluti að einhver leiti saman og síðan ef að fólk vil fara að kafa eitthvað í þetta hvort það sé eitthvað Stéttin og stéttaskipting ok, ég var ekki einu sinni sko, bara öllum, þá var ég ekki einu sinni búin að gera þá tengingu sko. Nafni kemur upprunalega bara ég hugsaði one for the streets og þá hugsaði ég Stéttin sko, þannig að það er engin dýft í nafninu heldur bara eitthvað sem að mér fannst hljóma vel ríma vel myndmálið og ég er ógeðslega, ertu búin að sjá plötucoverið sem er svona er gangstétt uppi í Kópavogi Anna Maggi sem hefur búin að gera núna 2 plötucover í röð fyrir mig, þetta er bara ljósmynd tekin á dróna og mér fannst bara myndmálið og platan einhvern veginn tala vel saman og ég er ánægður með þetta. Þú ert ánægður með plötuna, hvers er að vænta af plötunni, er eitthvað nýtt, gamalt, ertu kannski bara aftur svolítið í basics? Mér finnst þess að ég sé sækja gamla mig og setja hann í, ekki nýjan búning, heldur meira bara svona, heyrðu, ok, nú ertu komin þangað, nú ertu hann fullorðinn, þú mátt alveg rappa en þá, gerðu bara sem þú ert að gera en gerðu það í nútíma búning við það sem þú ert að gera. Og við byrjum, síðasta plata sem ég gera undan því, það er plata sem heitir Fullkomið dagur til að kveikja í sér sem er meira svona arti aðeins pæling út í gegnum plötuna mikið að tala inn á við ég gerir lag sem heitir Klísja, það er á þeirri plötu saman með konuna mína alls konar pælingar, mér finnst þessi plata að vera meira svona mér finnst það meira bara ég er bara eitthvað svona að rífa kjaft eitthvað gaman þannig að þó að það sé alveg dýft þarna líka það eru 2 lög til dæmis það sem ég tala bara svona pjúra frá hjartanu en ég er mikið bara að skrifa niður hlut sem ég var að hugsa og bara svona ulla þeim út mér og þetta er smá þetta er auðvitað bara tjáning þetta er líka bara eitt tjáningar þetta er ég myndi segja þú veist yngra lið myndi telja þetta vera old school plötu sko svona beatlega séð og hvernig ég rappa því að ekki að upplifa mig sem gamlan en ég er samt alveg mann eftir því þegar maður var snemmmiðaldra ég er snemmmiðaldra ég er 36 ára og mér svo fyndi ég byrjar á TikTok og posta vídeóum þar og það stundum svona krakkar að reyna að kommenta eitthvað svona þú ert sköllóttur og ég bara já 36 ára hvað fólk ég meini þannig að
Já, ég bara í grunni, ég ógeðslega ánægður með bara hún svona hljómar vel út í gegn, skemmtileg gestir bara. Hver eru gestir? Úlfur, Flóni, Daníl, Saint Pete, nýrgaur frá Akureyri, hvað mér að gleyma, Intro Beats með hérna, að skratsa á plötunni og Króli með mér á hann líka. Þannig að þetta bara eitthvað, fer út allt, sko. Já. Eitthvað sérstök ástæða fyrir því að þessi plata kemur núna? Eða þetta bara, var þessu uppgjöri þegar við gamla þig einhvern veginn bara lokið? Ég held að það sé rétt að byrja, sko. Ég að finna nistan aftur hjá mér. Nei, bara ástæðan bara, hún var tilbúin og það var bara komið tíma á að gefa hann út. Og þetta svo fyndi ég á mjög erfitt með að sita í ykkur, kona mín var að skamma mig í gær þegar hún fór út í göngutúr með hundin og kom tilbaka og þá var ég að semja lag og hún var bara, veist, við erum búin að vera að eyða hérna öllum tíma í heiminum í þig og þessa plötu og hlusta á hana og getur ekki aðeins chillað. Það er bara... Já, þú bara, það skrúaði bara frá. Já, mér langar bara, mér finnst bara ekkert skemmtilegra en að gera músík og, jú, einn hlutur, það er að koma fram. Þegar ég er búin að semja músík, það er svona... og hef oft talað sjálf á mig sem ég lít meira á mig sem performer heldur en tónlistamann þó svo að þetta ætlar ekki að vera að tróða upp í höllinni eins og allir hinir rapparnir það kemur aðeins sko djöfull er ég ánægður sástu hvað Árni gerði? Já seldi upp á 2 dögum já, veistu það 5.500 miða þetta sko, það er nefnilega, það er svo merkilegt að hérna íslenska tónlistasennan hún fór að svo miklu leita snúast sko að fá erlenda tónlistamenn til þess að spila og sveitaböllamenningin, hún lagðist einhvern veginn af og allt í hennu kom bara svona gat það voru ekki íslenskir stórir tónleikar neins þar en og, sko Rottwælin alltaf reið á vaðið og bara sprengdu höllina þannig í sko 2 daga í röð og hérna og þá er svona eins og 2 ári röð sko það var galið fórstu þá gig já, nei, ég komst ekki, ég var ekki starfans þar hérna rugla, það var svo mikið ég varð 12 ára aftur á þessu gigi og ég er venjulega þannig, ég fyrir á gig og ég svona stend aftast og að fylgjast með og sjá hverju ég get stólið og hvað ég get gert og er bara eitthvað meira að pæla bara í barnum eða infrastruktúr bara því maður er alltaf að gigga en á Rottwælin, ég var fremst stjörnur í augunum, þetta er náttúrulega gaurarnir sem að eins galið og það er fyrir 12 ára gaur, það voru þetta fyrirmyndirnar mínar og þeir eru kannski ekki alveg ástæðan fyrir því að hverju ég fór að gera rap en þeir eru klárlega ástæðan fyrir því að ég hélt áfram að gera rap og þeir settu náttúrulega bara íslenska tungumálið inn í rap dálítið á kortið þannig að við megum alltaf þegar við erum að tala eitthvað svona hver stærstur eða bestur ég verð alltaf að gefa þeim fyrst kredit fyrir að mér finnst þeir hafa brotið ísina öllu leyti fyrir alla aðra og síðan aldrei hægt að segja til hvað ef ekki þeir Já, þeir svona slætu íslensku rappi kannski svona aðeins meira inn í svona almenning rýmið sko Já, líka Erpur er bara pöngari fyrir mér er orðið punk ekki gaur með hanakamp og spila lélega á bassa það er punk ímyndin og svona fuck the system við mögum gera þetta og við mögum ríða kjáft og við viljum ekki láta neitt segja okkur hvað við erum að gera hérna í þessu og það má vera pólitískur í listinni sem að maður hérna færi fram og mér fannst það heillandi og þetta hvatti mann náttúrulega það þarf alltaf einhver einn að byrja til þess að maður sjá já, ok, það má rapp á íslensku það má gera þetta svona, það er hægt að gera þetta og í dag og þú veist að tala með að núna eru íslenski listamenn að halda stór gig og svona og ég fattaði þetta ekki fyrir að ég var að tala Óla T félaga minn daginn hann segi áttaði á því að sonu minn sem ég man ekki hvað hann er einhvers ára á bilinu 60 ára sorry að hann fyrir honum, hann þekkir ekkert annað en að íslenskt rapp hafi alltaf verið til þannig fyrir honum er rapp ekki jaðarsport það er bara kannski grunnurinn af einhverju öðru og meðan ég er í raun og veru 12 ára þegar ég heyri íslenskt rapp í fyrsta skipti og ég man líka bara hvað maður þurfti svona að berjast fyrir því að rapp væri músík það er bara þetta er ekki músík og þetta er drasl og bla 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 og ég að einhverju leyti saknaði smá að rapp hafi verið jaðars
ég saknaði þess að þetta ekki svona spennuna já, meira bara þetta var alltaf okkar þetta er sama og þegar hjólabretti fóru á Ólympíuleikana og allir skeitarar voru bara hei, wow, hvað erum við að gera akkur, þetta er okkar sport og það voru svona þó við vorum alltaf að þykjast við einhverjir anarkistar, það var reglur inn í rappi þú mátti bara gera ákveðna hluti og þurftir að rappa svona og ríma svona og eitthvað sem eitthvað svona kultúr býr til eitthvað bla og ef ég hefði verið með bara eitthvað mist spons á þessum árum þá hefði bara verið þér hefði verið hent út það var öðruvísi Já, þú ert að tala um að vera sellátt til dæmis bara svona konsept sem verðist ekki vera til þú ert að tala um einmitt að bara svona þegar kapitalismin hófu innreið í bara alltaf þegar það gerist einhvern veginn kapitalismin læsir klónum í eitthvað jaðar þá og næra hann einhvern veginn svona hrista úr því allt líf og á endunum og það er hægt við því Já, sko, ég að einhverju leyti en að einhverju leyti líka skapa þetta þannig tækifæri að við getum raunverulega að lifa á því að gera músík en einhvers staðar verður maður að fatta bara mörkin hvað er það sem ég stend fyrir hvað er það sem ég vil gera og þú veist ég ætla að kasta smá steinum í glerhúsi og vera smá hypocrite en þú veist ég til dæmis myndi aldrei auglýsa veðmálasíðu eða nikotín en ég auglýsi samt bjór þú veist í gegnum tónleika og sponsor er að sponsa plaggöt eða þannig ég er alveg þú veist ég er að gera mér rosa heilagan á einhverju stað en set mér önnur prinsip en mér finnst bara nauðsynlegt samt að maður sæki líka hjá sjálfur sér svona hvað stend ég fyrir, hvað vil ég gera hvað er ég tilbúin til þess er ég tilbúin til að taka ábyrgð á því að einhver taki sér upp nikotínpúða tróðunum í vörun á sér vegna þess að ég segja þessi kúl Já, það er kannski meira þú veist, síðan langar mig heldur ekki að vera einhver tilbúin fake fyrirmynd þú veist, ég fullorðinn maður mér persónulega finnst allt í lagi ef ég var að nota nikotín að ég væri að veipa einhverstaðar að whatever í viðtali en hver er það sem er líklegastur til þess að nota nikotín og hver er það sem er líklegastur til að fara að betta það er ungt fólk og ungi kallmenn sérstaklega með veðmálasíðurnar og mér finnst það að vera svona og sko, mér langar ekki einu sinni að skella skuldinni á veðmála síðurnar og þá sem er að stjórna mér finnst bara reglugerðin í kringum það hvernig má til dæmis auglýsa þetta og að við verðum að horfa í staðreyndina að á meðan við erum í svona grilluðu netumhverfi að þú getur fært bara einhverja hýsingu til Hong Kong og keyrt hana þaðan þá þurfum við bara í staðinn fyrir að setja blátt bann og eitthvað þá verðum við að bregðast við því á sniðugan hátt og veist, ég er ekki búin að kafa djúpt í það en my opinion ættum við frekar að löglega þetta taka skattpeningana inn setja reglugerð í kringum það ef þú ert með svona síður og þú þurfir þá líka að leggja x fjármagn á móti í S.O.A. eða já, eða bara eitthvað meðferðarúrræði fyrir strákur S.O.A. reynda með eitthvað svona spilakassa það er kannski svona, já, það er svona annar svona hringur sem er svona kannski svolítið já, síðan máttu, þú veist, einhvern veginn þú veist, síðan má Lotto vera bara setja alla tölunar í gust og það má og það má líka er app, sko. og það má líka tippa og eitthvað dót og svona en það má ekki þetta ég skil ekki fyrir mér þetta samhluturinn sko á einhverju leyti þetta er það, ég meina þetta tikkar klárlega í sömu eilastöðina sko en mér finnst vest við þetta dæmi, við erum að tala um þetta mér finnst vest er að út af því að það er bannað að auglýsa þetta þá þarfst að fara einhverja leiðir þá verða svo lúmskar já og líka þá hvað ger ég? Ok, ég get borga bara einhverjum fucking áhrifavaldi sem er hérna up and coming læt hann hafa 200 skall á mánuði til að betta ef hann bettar og sýnir það þú sýnir alltaf í ákvæðaliðin á því af því þú vilt ekki auglýsa fyrirtækið þitt í gegnum neikvæðinni þannig að mér finnst þetta vera kannski munurinn til dæmis eins og með áfengisspons og plaggati sem er tengt við tónleika sem er tengt við fullorðið fólk að við erum aldrei bara drektu 2 bjóra og lífið þitt verður illa þú bara, þú veist, ef þú drekku 2 bjóra verður allt betra þannig að
Já, þetta er einmitt, já. Jú, þetta er mjög viðkvæmt, sérstaklega út af því að þetta er rosalega hættulegt og samfélagið bara þannig að það snýst að miklu leyti peninga og eiga peninga og það er bara búið að selja börnum og ungmennum það að hérna þau komist svona síðar af einhvern veginn bara í lífinu nema það eigi bara rosalega mikið af alls konar dóti og hvernig eignast það alls konar dót þú verður bara að fá svona quick pening og þú veist, þetta er bara, það er svona ákveðið sálfræði hernaður þannig í þessu, sko. En hefur ekki alltaf verið, þú veist, höfum við ekki alltaf viljað vera mjóri með hvítari tennur, ríkari, einhvern veginn, þú veist. Ég veit það ekki, sko. Hefur ekki alltaf verið eitthvað svona heldurðu að, þú veist, ég veit ekki, hérna fyrir 1000 árum hafi fólk verið að pæla mikið í því. Ekki vissu. Ég held að það hafi alltaf verið til stéttaskipting og þrá í eitthvað annað og mismunur og hatur og það var allt, það er bara mismunandi mismunandi birtingamyndir á hverjum tíma fyrir sig en það er svona einmitt svona eins og svona kerfi, þú veist, eins og bara kapitalist kerfi, vestrænt svona imperialist kerfi þú veist, eitthvað svona sem að hérna hefur svo mikinn hag í að halda þessu svona og er orðið svo mikið afl að hérna kannski farið að hafa meiri áhrif en áður og við kannski sjáum það líka, þú veist, í loftslagsmálum og við sjáum það í sko uppgangi hérna hægri öfga, afla og alls konar þannig að þú veist, þetta er svona, við erum á mjög skrýtnum stað, held ég. Já, ég sko ég er ekki alhæfa en ég trúi lítið á svona vondukallaborðsring þar sem allir taka vondar ákvarðanir eitthvað svona að því að við högnumst á því en hins vegar held ég að samfélagið þróist óvart í vitlausar áttir á einhverjum tímapunktum en ég trú líka alltaf á að við munum brenna okkur og lenda á veggjum og við þurfum að bakka tilbaka og fyrir mér ég er sko að ég horfa á þetta út frá tónlist og það er bara það sem ég þekki best og ég getur upp skoðan alls konar hlutum og það er þetta leiðrétta alls konar hluti sem ég segi líka en í kringum 2000 þá var líka svona massíft hvað ég var að segja svona materialisma dýrkun í gangi þú veist þegar bara Pop TV var upp á sitt versta Britney Spears og Christina Aguilera og svona Já, ég myndi rekja bara svona persónulega marga af mínum hérna sko innri komplexum fram og fullorðisár bara til aldamóta sko. Já, og ég var meira að horfa á það mynd sem heitir Woodstock 99 Já, einmitt það sem að það var eitthvað svona geðveikt grillaður tíðarandi í gangi þú veist, allt einhvern veginn svona ofkyrt á sponsum og léleg músík í gangi og mikið verið að keyra út á svona þú veist, svona klám ímynd og eitthvað svona dæmi og síðan sprakk allt bara úr á þessari hátíð, einhvern veginn þegar Limp Bizkit kemur og þá bara svona byrja allir að brenna allt og rífa allt sundur og eitthvað en það var einmitt bara þessi sama reiði kannski og við finnum fyrir núna en það sem ég ætla að segja núna er og mér finnst vera alltaf svona svip að við erum að fara í eitthvað hring og fyrir krökkum sem eru úlingar núna það er 2000 er það sama og fyrir mér var 80s þú veist svona Guð ekki segja þetta ég pældi í því samt það er bara ég meina 2080s og 2025 og 2000 þetta er sama bilið skilur og mér líður eins og við séum að fara eitthvað svona hring í allt í hennu varð allt í lagi að vera með mega mikið sponsum og allt í hennu varð í lagi að sem máli ég er langvestigur til að tala þetta líka að ég er svona sponsari drast en ég get samt alveg það má líka vera þú veist, ég meina maður er alltaf að spegla sig í umhverju sínu og sjálfi ég er bara að reyna að sjá og svo má ekki áfellast fólk eða sjálfa sig fyrir að búa í systeminu sem það býr í sko. Það er það sem ég ætla að segja þess vegna þú veist fyrst var ég til dæmis reiður við veðmála fyrirtækin bara djöfisins drasl, ógeðst dæmi bla 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 ok, setjum það til hliðar pælum aðeins í því, þú veist, af hverju er þetta til jú, ok, það er einhver eftirspurn ok, þú veist,
hver býr til vandamálið, það fólkið eða það eftirspurnin eða bla bla bla, en síðan það bara hvernig við tæklum það. Það líka ástæðan fyrir því að fólk finnur sig knúið til þess að stunda fjörðspil. Já, deyfa sig og þetta bara hluti af deyfingu og þetta líka bara ein birtingamynd, ég held að þeir sem hefur fíkni vandamál að stríða allir með mörg við eitthvað svipa tráma minnstur en detti inn í hvort sem að sé kynlífsfíkn eða alkoholismi eða spilafíkn, það sé smá svona pick your drug dæmi, en eins og í þessu tilfelli ég veit að stór hluti af mínum aðdáendum eru ungir strákar og ég veit hvað áhrif þetta hefur á unga stráka sem að það bara hægt að selja þeim fucking allt. Já, en svo líka hefur það svo mikil áhrif sko, að seima þá fyrir það að vera einhvern veginn partur af samfélaginu sem þeir alast upp í. Það er það sem við getum gert. Það versta sem við getum gert finnst mér að taka einhvern og tökum að klám sem dæmi, að taka einhvern ungan strák til dæmis sem að horfa á klám og taka hann og segja að þú ert ógeðslegt ógeð fyrir að horfa á klám í staðinn fyrir að taka nálgunna að fræðan það hvaða hvað ertu forvitin og af hverju passaði þig ef þú gerir þetta þá getur þetta leitt að sér þetta þú veist þetta bara eins og bíómynd og þetta ekki alvöru og allt þetta samtal. Já, nema að meiri sér að þú getur sagt ég var að útskýra fyrir syni mínum að Ice Guys ekki alvöru en hann bara nærði ekki hann bara já en hvað voru þeir samt að gera í þessum fötum þannig að en ég held að punkturinn sé ég held að það sé ekki rétt nálgun minnst reiði oft íta fólki frá einhverju og ég get tekið dæmi okkar samskipti back in the days að því þegar ég þú varst að hörða á því Marja feministi og ég gaf all lag sem þetta elskum sem öllur að ég man eftir því og ég man ekki hvort þú manur þetta þú átti spjall við mig þar sem þú varst bara svona útskýra fyrir mér við tókum kaffi á prikinu það sem við vorum að spjalla af virðingu hlutina og ég svona ég get skilið þetta og ég er ósammála þessu en þetta rétt og ég held að það sé alltaf leiðin að því bara samtal já bara ég trú ekki á það að ef að vinur minn með rasískar skoðanir þá held ég að sé langbest fyrir hann að koma heim og hitta pappa minn sem bestur í heimi skilur og sem að ég upplifa veistu hvað ég tala í staðinn fyrir að ýta honum eitthvað svona nei, ekki, þú skalt vera hefur fólk tilhneigingu nefnilega til þess að leita lengra inn í ógeðið og finna sér einhvern félagskap þar í fólki sem hugsar eins og þá hurtu allt í einu komið hóp af rasistum Já, en að því sögðus ég samt líka alveg á því að við þurfum að setja mörk á þú veist, samtal skilur, ef einhver bara ætlar ekki að hætta að segja ennorðið að því að við erum einmitt en að því að við erum komin inn á þessar slóður ég meina, þú átt svona útlenska konu íslenska hún er útlensk hún er bara serbi já, það heitir það einmitt að vera útlenskur ef að maður er á Íslandi sem nýr borgari eða fættist ekki hér hún er serbnesk og kom hingað þegar hún var lítil og þannig að hún, ég meina, þú þekkir það þá væntanlega bara í gegnum konuna þína og hennar sögu og svo bara arfleið hennar í gegnum ykkar börn að þú veist, þeir eru blönduð fjölskylda og þá kannski kemur þessu umræða aðeins öðruvísi við þig. Hún gerir það. Já. Hún gerir það að mörgu leyti með vá, hvað er að byrja? Ég var ekki búin að hugsa tala þetta en það er margt sem stuða mig það er margt sem að mér finnst bara við megum ræða skilur, það er bara við erum þjóð og við erum einhvers konar viðkvæmt blóm sem að þarf
að móta sig í bara vaxandi heimi með auknum samskiptum bæði með interneti og auðveldari flugsamgöngum og skipum og whatsoever og sérstaklega stríðshrjáður lönd og alls konar aðstæður í gangi og þáttöku okkar í stríðum og já, mér finnst það náttúrulega alltaf galið en mér finnst það aldrei eiga rétt á sér, ekki neinskonar búning sama hvað það er. Ég bara, þó svo að við styðjum Úkraínu, þá finnst mér galið að við kaupum vopn fyrir einhvers staðar. Já, það er náttúrulega bara, ekkert eitthvað betra að skjóta rússneska unga menn heldur en úkraínsk, eða þú veist, þetta er allt fólk. Já, mér finnst við bara geta verið nútralt þarna á kantinum og verið með skoðanir, en það sem ég ætla að segja er ég held að maður er oft hrædd við að fara inn í þessa umræðu bæði af hræðslu við að vera flokkaður inn í báða pólana og mér fannst alltaf fyndið eins og það voru þessi mótmæli þarna í síðustu helgi? Nei, það var svipað dæmi samt, það var þarna á Austurvelli ég man ekki hvað voru þau að vera að mótmæla hvað þau vildu fá harðari landamæralög að ég vil ekki þessi hópur, ég skal útskýra þessi hópur er, Ísland þvert á flokka er einhvers konar afleiðing að því hvernig stjórnmálufólk hefur leyft sér að tala í garð minnihlutahópa á Íslandi vegna þess að það er mjög þægilegt fyrir þá sem að hér ráða fyrir þá sem hafa hagsmuni þú veist, elítu ef að við getum orðað það þannig að benda, þú veist, á eitthvað annan heldur en sjálfan sig sem vandamál, þú veist, að því að fólki er farið að finna fyrir því á eigin skinni að þú veist, maturinn er dýrari og það fær ekki tíma hjá lækni og það eru alls konar svona hlutir sem eru allt í einu venjulegt íslenskt fólk er farið að finna fyrir auknum mæli og þá fer það að hugsa bara, býtu, af hverju er þetta svona og þegar það horfir á stjórnmálufólkið sem að það kaus og treystir og þeir segja að það er honum að kenna þá treystir það óneitanlega því og fyrir vikið þá bara fer eitthvað svona stað þú veist, og þetta er búið að vera alveg ótrúlegt að fylgjast með þessu. Ég meina það er náttúrulega búin að vera bara ákveðin þróun þegar maður lítur yfir síðustu 10 ára eða eitthvað, maður sér það svo sem alveg svona í einhvern veginn maður getur greint það, en svo hratt núna síðasta árið að það er eiginlega með ólíkindum að við séum bara komin með þú veist nokkur hundruð manns sem eru bara rosalega tilbúin til þess að standa á Austurvelli og segja bara við erum rasistar, svo með það við viljum bara eitthvað loka landamærum við erum rasistar, svo með það og ég held að við þau segja smá samt þau segja okkur er alveg sama þótt í kallið okkur rasista ég skilja en það sem ég á svo erfitt með að skilja hvernig til dæmis þegar Lil Binni var með ræðuna sína þegar hann stendur á Austurvelli og einhverjum tímpúndi verið að púa á íslamstrú og hann einhvern veginn í einhverju treyju með íslensku fánana blaktandi og allir eitthvað og ég skil ekki hvernig þú getur ekki séð og ég er ekki að segja að þið séu rasistar eða nasistar en þið er mjög rasistarlegt skilur, með bara lúkið eitthvað svona en má ekki bara kalla það þeir eru bara rasistar því að þau haga sér eins og mér langar samt líka ég hitti vinn minn á Móndólu, ég ætla ekki að nafngreina hann en hann er alls ekki íslenskur og hann er frá Suður-Ameríku og ég sé hvað er þetta að gera hann eitthvað og hann ég verð eiginlega ræst í að leika hann bara allt og mikið heldis útlending eitthvað svona og ég bara ég sagði og hver er þetta og hann útskýrir fyrir mig hver er að mótmæla og ég sagði og ég get ekki sagt nafna þess ég sagði þú gerir grein fyrir þegar þetta er búið þá ert þú bara næstur í rauninni og síðan kona mín og einhverjar aðrir en það sem ég langaði að segja er en hvað fannst þú þegar þú sagðir þetta, hvað sagði hann þá? Var hann alveg hann var alveg svona, ég hafði ekki hugsað það þannig en mér langar heldur ekki að gera lítið úr því að ég held að sé fullt af spurningum og fullt af hlutum sem að fullt af fólki þarna hefur að segja sem á alveg rétt á sér en hvernig
sko, hvernig þetta matreitt og hverjir eru hávarastir og veist, það verður alltaf hættulegt en mér finnst líka en það kannski einmitt að því að þau eru búin að vera útilokuð og það búið að hýja svo lengi á þau að þau eru komin út í bara eitthvað svona horn og það er það sem ég segi, þú veist, að það hérna einn með rassíska skoðanir þegar það búið að svona hýja út í eitthvað horn það sem eru bara rassistar þá eðlilega eru þau, þú veist, þá standa þau svo saman, þú veist, þetta er svona það er svo auðvelt einhvern veginn að hafa þetta ekki svona. Já, en síðan er líka svo vont að þú veist, síðan er hérna Heikafalls náunginn sko, sem tala hæst. Síðan kemur einhver hinum með henn á móti sem er bara, þú veist, alveg bara... Fílaðalega útlendinga? Nei, sko, þú veist, ég er meira með bara svo full blown bara, þú veist, á ekki að vera með reglur og útlendingar eru alls ekki vandinn og, þú veist, það er samtali í miðjunni þarna sem að ég held að sé bara nauðsynlegt að eiga. Ég er alls ekki gaurinn til þess að, þú veist, finna út úr þessu en mér finnst allt í lagi að hérna, mér finnst alltaf líka rangt að segja, þú veist, þið eru með rangar skoðanir í staðin fyrir, en samt þegar svona skoðanir eru orðnar mjög meiðandi fyrir ákveðin, mjög viðkvæman hóp, þá eru þær vondar, sammála, auðvitað, ég er sammála því, auðvitað, alltaf. Mér langar að taka nokkuð dag, ég væri helst, eigum við penna og blað til að skrifa hluti niður hérna, að því annars mun ég gleymast á fyrst. Það er sko servietta þína og hér er penni. Ok, ég er með hérna Þú ert að leita Ég er með Nornabókina mína Þú ert með Nornabók? Já. Ok, byrju, ég ætla að segja fyrst að hérna ég ætla að skrifa hérna svona Þú voru að tala meðan þú skrifar? Ég veit það. Ég seti inn mynd úr þessum hérna mótmælum. Já. Ég ger ekkert annað. Ég posta svona mynd Já, þú gerði grín af Lil Benny. Þú veist, ég posta bara mynd af bakinu á honum og ég segi síðustu tónleikar eitthvað svona gaman að fylgjast með lokatónleikum ekkert annað, ég segi ekkert annað Svolítið fyndið, en kannski líka í smá mótsögn við nákvæmlega það sem við erum að tala um núna að þú veist að kannski maður á ekki að hýja á fólk sem er að gera mistök, maður á að hjálpa þeim að gera betur Já, kannski. Það er bara alveg rétt hjá þér. Mér fannst þetta bara ófyndið. Þetta var mjög fyndið, ég tók eftir þessu líka. Kannski alveg rétt hjá þér. En það gerist aldrei fyndin hlutur í kjölfarið í bakendanum á samfélagsmiðlunum mínum sem að enginn sá. Og það er að svona grænasta vinstrið kemur inn og er mikið að þakka mér fyrir. Alveg búin, takk fyrir að nota þinn miðil og takk fyrir að segja þína skoðanir og síðan meiri segja lið sem var eitthvað svona já, Binni og vinir hans og ég svara bara, vinir hans hann er þarna og byrjum bara að mér finnst ótrúlega skrítið að fara að flokka eitthvað vinahóp út frá einhverju sem að einhver segir og ég meiri segja að hugsa eitthvað svona er ég að fara að setja klöpt upp ég nei, Aron Kristinn er ekkert búin að vera hann hefur ekki haft sér fyrir að og meiri segja bara svona tala um þetta svona sko en síðan er hinpóllinn það sem að mér varst finnast er að ég raun og veru sagði enga skoðun en fólk gerði sér upp hvaða skoðun ég hafði og fór að þakka mig fyrir hinum megin fekk ég alls konar svona, þú ert sem sagt að segja að það eigi bara að koma inn að endalaust útlendingum og taka jobbin okkar og ég nei, sagði það ekki og þú ert sem sagt að segja bla 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 og ég sagði, nei, ég sagði ekki neitt og finnustu skilabóðin eru sem að mér langar sko að ef ég næja að fletta þeim upp í flýti annars ætla ég bara að lesa þau eftir minni ef ég skrifa hérna flóttamenn og sé hvort það komi upp hérna hjá mér já, hérna er þetta, ok það er sem sagt hvað já, gaur sem er hérna reiður við mig hvað búa margir flóttamenn heima á þér og ég segi að reyndar býr flóttamaður á mínu heimili og er kona mín þannig að hann segir bara einn og ég segi ég skil ekki alveg punktiðinn en já, bókstaflega einn Þú vilt opin landamæri fyrir fólk sem telur mig og aðra Íslendinga rétt dræpa. Ég bý í Breiðholti, njóttu ljúfa lífsins í Vesturbænum. Ég sagði, ég er úr Breiðholtinu
uppalinn og bý með flóttamanni. Ég hef aldrei talað opin landamæri. Þú ert ekki drosalega snjall í fyrstu tilraun og síðan bara hættu að tala saman. Já. En þessi hræðsla sko, sem að þessi einstaklingur hefur, hún sko raunveruleg, þú veist, sko, þú veist, og það sem er svo átakalegt í þessu öllu saman er að ef að einhver manneskja sem hefur áhrif í samfélaginu, hvað sem að það er stjórnmála leiðtogi eða bara einhver manneskja sem að gæti raunverulega náð til þessa hóps, gæti bara svona útskýrt, þú veist, það er ekki rétt að allir múslimar vilji drepa þig af því að þú ert hvítur eða kristinn eða hvað sem það er. Og þetta hérna sko, þetta er upplýsingaóreiða, þetta er propaganda, þetta er svona og hérna að því að sko, já, hérna, því að þetta samtali einhvern veginn þarf að eiga sér stað. Ég er með lausn á þessu. Já. Mér finnst við að frista alla innkomu inn í landið og það má enginn fara heldur. Oh my god. Skilur við? Landamærin verða frist alveg bara alfarið. Já, bara í nót, bara ekki séns. Það er bara enginn, það er bara hægt að senda ykkur skip með eitthvað drasl og svona. Við fristum þetta bara alveg og það er bara þið með ekki verið löðalda og þið með ekki koma. Oh my god. Við þurfum að finna eins út úr málunum hérna. Og síðan getum við talað saman og síðan það er búið að leysa þetta þá við getum bara farið í rímnastríð. Já, hvernig verður það? Taka það. Nei, veistu, mér finnst þetta sorglegt, mér finnst líka sko, mér langar að taka eitt dæmi án þess að ég get ekki alveg ok, ég ætla að fara í þetta án þess að nafngreina og ég ætla að reyna að tala í kringum þetta án þess að fattist hvaða málið er. Það er allavega atvik sem kemur upp í grúppu sem ég er í þar sem er verið að tala um eitthvað barn sem að sagði ógeðslega hluti og útlendingur sem sagði ógeðslega hluti við íslenska stelpu og íslenska stelpur að segja ljóta hluti við hann á móti og svona og alveg þannig hluti að ég hugsaði, það má alveg sko skamma þetta barn og taka það til en ég hugsaði samt líka, þetta er líka barn þetta er 11 eða 12 ára gamalt barn og það er verið að posta málinu hjá þessu barni og skrifa fyrsta vél heim hashtag á dæmið og ég hugsaði, þetta er í fyrsta lagi eitthvað sem hefði átt að tækla bara innan annarkvort skólaveggja eða bara milli foreldra í staðinn fyrir að setja þetta á opinberan vettvang og í öðru lagi þá sko blandast þetta saman í að þetta séu múslimar útlendingar og einn af strákunum sem ég veit í þessu máli er bara talar íslensku og er ekki múslimi og ég var að sendi á þá mannesku ég var að benda þér réttilega á að þarna er dæmi alvöru fordóma óvart þú ert að taka eitthvað mál og ég held að það sem að ég er hræddur við þegar við erum að tala svona útlendinga á svona nastíhátt það er alltaf fullt af liði sem að er saklaust og er venjulegt fjölskyldufólk eða á eðlilegt líf sem að mun lenda í hakkavilni samhliða því sem fólkið er að reyna að segja að því, þú veist, það er réttlætilegt að fórna bara hérna heilu fjölskyldunum sem hafa ekkert til sakaunið, bara út af því að það eru einhverjir nokkrir dicks hérna út í bæ. Já, en á sama skapi, sem koma frá sama landi. Á sama skapi finnst mér líka nauðsynlegt að við getum átt spjallum að ef einhver er með dóma á bakinu eða brýtur af sér að þá þurfa að vera bara einhvers konar refsið aðgerð gagnvart því sem að ég veit ekki, þegar menn eru búin að afplána dóma þá eru þeir búin að afplána sitja þú veist, hérna inni svona sína skuld, sko, já, þú veist, og þá og þannig að, þú veist, þá er þeir í rauninni bara, þú veist, bara frjálsir, venjulegir menn búnir með sína fortíð, þannig nákvæmlega eins og Skjöldur Íslands vil ég láta koma fram við sig, þeir eru margir hverjir hafa sittið inni fyrir mjög alvarlega glæpi, hafa afplánað og eru breyttir menn í dag en þeim finnst til dæmis að það eigi að loka landamærunum fyrir mönnum sem að hafa setið inni fyrir dóma einhvers staðar annars þar og ég skilji, en þá geta skoða já, vá þetta er svona þversögn þannig að ég til dæmis bara að ég hef bara ekki eins og pælt í þessu svona og ég hef ekki skoðað, ég hef ekki séð þennan vinkil ég held að einu punkturinn minn sé og þú heyrir alveg að ég er að reyna að vera rosalega
bara opinn fyrir því að fólk geti átt samtal. Ég hata samt rasismatal og ég hata þegar fólk flokkar alla útlendinga undir sama hatt. Já, bara þegar fólk er leiðilegt við aðra. Mér finnst líka eitthvað svona, já, þetta er duglegur Íslendingur sem hún sýnir að hún vill læra hérna bla bla bla, og ég ætla að taka dæmi að við erum að labba hjá Melaskóla hérna ég og konu mín, við erum eitthvað út að leika með krakkana og við hittum hóp af múslima krökkum, bara fullt af einhverju liði svona aldrinum 8 og elsta var 17 ára og við erum eitthvað að tala við þessa 17 ára píu og við erum eitthvað svona, ok, þú talar íslensku og bara pínlítið og langar þig að tala íslensku? Já, en það tala alltaf bara allir ensku mig. Já. Hún sagði, mig langar rosalega mikið að læra íslensku en ég finn, og þarna myndi Póttur og segja, hún verður bara að reyna bit, eða eitthvað svona, en ég held að við séum bæði, mér finnst alveg mér finnst alveg eðlilegu partur af því að flytja eitthvað og búa til nýtt líf og að þú reynir að kynna þér. Ég held að allir vilja það. Já, ég reyna að kynna þér tungumál og hætti. Það er bara svona lykillinn inn í samfélag. Já, bara til þess að líða vel. En ég held að við séum kannski ekki búin að hugsa þann vinkil að kannski erum við ekkert eitthvað alltaf 100% saklaus í því af hverju fólk talar ekki fullkomna íslensku. Nei, og það er líka, af því að það er svona stéttskipting og það er svona félagslegt, bara svona félagslegur tröppugangur og þannig að það eru til ríkir innflytjendur á Íslandi og það eru til rosalega fátækir innflytjendur á Íslandi og barnmargir og eiga í svona erfiðum félagslegum aðstæðum, kannski er að flýja stríð eða annað og það fólk er í miklu verri stöðu heldur en einhver frá sama landi sem á rosa mikinn pening einfallega vegna þess að báðir foreldrar þurfa að fara og á vinnumarkað börnin, það er enginn til þess að hjálpa þeim með námið foreldrarnir geta ekki farið sjálf að læra íslensku vegna þess, þannig að þetta er alveg þetta er svona marglaga vandamál þannig að við, þetta er svona En kemur þá ekki önnur spurning á móti samt líka bara til að velta steinum þá þurfum við að vera með gott kerfi sem tekur á móti fólki að því ég held að við séum ekki að gera fólki neitt greiða og ég vil taka konuna minn sem dæmi og ég gerir mig grein fyrir því að þau eru kvótaflóttamenn árið 96 sem er allt annað dæmi heldur en það sem er í gangi núna þau eru 11 fjölskyldur eða eitthvað sem að mæta frá Serbíu. Ég man eftir þessu. Manst eftir þessu? Já. Og ég þær eru jafngamlar mér og það voru mínum aldri. Hún er 86. Já, hún er Jelena. Þau fara á Ísafjörð og Hvolsvöll og svona og þeim er skaffa húsnæði og kennslu og þau fá svona stöðningsfjölskyldur til þess að sjá sig og flestum þessum aðilum vegnaði bara rosalega vel mamma og pappi í Jófunu Vestna og Nebosja amazing fólk, skilurðu þau fóta sig í samfélaginu, reyna sitt best að læra íslenska tungumáli, ef þú ert 35 ára þá er ekkert rosalega rétt að læra íslensku þannig að mér finnst við líka stundum mér finnst það að vera regla bara ef þú ert yfir 50 þá er ekkert verið að ætlast til þess að þú reynir að læra fucking íslensku börnin fara í skóla og læra íslensku og ég meina Jófana eins og segir, hún er útlendingur og hún er samt alveg hún er Íslendingur líka og börnin mín tala serbnesku bara hugsa hvað það er líka dýrmætt að bara fyrir börn að alast upp á svona tvöföldu menningarheimili þá er ég að tala um mamma er frá Serbíu pabbi er frá Íslandi við búum hér saman og líka það er svo ótrúlegt og það er svo gott að geta gefið börnum mörg tungumál Já, bara ég held sig ekki og frábært fyrir þau geta ferðast til heimalandana og í raun og veru til allra Balkanlandana og tala tungumáli að einhverju leyti en það sem ég ætla að segja síðan svo fyndið síðan kemur ég kynst konum minn við erum saman þegar við erum í 7. bekk held ég
og ég man hún kemur fyrst tala bjaga íslensku og maður gerir svona eins og þegar krakkar að rífast, ég man við vorum alltaf vinir og samt ofta kýta og hún var kannski að rífa eitthvað kjafti mig og segja eitthvað ljótt og ég man þegar kallaði hana flóttamanna druslu þegar ég var lítill en sem svolítið fyndið að því að svona 2 ára setna þá ég í hægferð í íslensku og hún hraðferð sem var mest geðveikt stöf sko. Það bara þessu tengt já, sorry, ég ætla að segja eins og það að segja svona hlut hræðilegu hlutur að segja en þarna varst þú bara lítill krakki og þú veist alveg svo þú veist að tala krakkana hana og þarna þurfti bara einhver að taka veist, og come on, heldur ég ekki sagt ógíslega hluti og heldur þessi frjálsaði að hafa sagt hafa sagt ennáðið einhvern tímann ekki á fallega nátt eða nota orðið faggi eða alls konar dót sem að ég ger ekki í dag sem að mér fannst snilld að segja þegar ég var barn sko. Það vegna þess að þú hefur fengið þú hefur bara fengið bara þau forréttindi að fá að gera mistök og læra af þeim og gera betur og þú veist og mér finnst að við þurfum einhvern veginn að tækla ansi margt af því fólki sem að kannski lætur einhvern veginn svona leiðast út í þessa allt hægri byltingu sem að á sér stað á Austurvelli nú reglulega þessum fundum sko að þú veist að við verðum að gefa þeim tækifæri til þess að svona fatta að þú veist já heyri þetta ekki rétt og einhvern veginn að þau skammi sín ekki heldur að ég fattar hvað ég að fara mér finnst sko eða eigum við bara seima fólk sem að mér finnst ég en þú veist, en samt finnst mér smá líka að það eigi að seima fólk sem að segja ógeðslega hlutum annað fólk sko. Já, ég er með sammála því en ég er meira þess á þeirri skoðun að þú megir hafa þá skoðun að við eigum til dæmis bara ekki að taka mót útlendingum mér finnst allt til, ég er ekki að segja ég sé sammála þeirri skoðun en mér finnst að við eigum en síðan það bara þegar fólk með sko og ég að tala smá ringina en þegar fólk notar ógeðslega orð eða segir ógeðslega hluti sem eru byggðir á bara svo pjúra rasisma eða við séum æðri út af því að við erum kristn, ég trú ekki að séum aftur að tala eitthvað svona að kristin trú versus svona trú Já, meðan að þú veist það svona stórkostlegur fólksflótti úr þjóðkirkjunni þú veist, þá einhvern veginn þá erum við samt komin í eitthvað svona fundamentalisma í kringum kirkjuna og Guð og eða þú veist, þetta allt svona af hverju uppsveifla í trúmálum nú ég mjög hlindur því og fyrir mig á minn eigin hátt inn í hausnum á mér trúi á hluti sem að mér finnst þægilegt að trúa þeir eru ekki skrifaðir inn eina bækur Ég með kenningu við erum þú veist, ég er búin að pæla mjög mikið í þessu og tala fullt af fólki varðandi nákvæmlega þetta ég held að það sé að því að við erum svo einmana og þú veist, lífin okkar eru bara þannig og það bara, þú veist, þetta system sem við erum búin að búa okkur til hérna þannig að þú veist, við erum með einkabíl við förum inn í, þú veist, íbúðarnar okkar eftir vinnun okkar við hittum engan þú veist, við tölum ekki einu svona afgreiðslu fólk lengur að því við bara gerum þetta sjálf og þú veist, það einhvern veginn, við eigum í engum svona félagslegum samskiptum og sá staður sem hefur þjónað sem svona samkomuhús þetta kirkjan og það kannski ekkert óeðlilegt að þú veist, fólk sem eitthvað leitandi, það finnur ekki alveg sitt træp að það einhvern veginn leiti þangað því að þú veist, hún svona einmitt, þetta er ríkiskirkjan. En það ekki, sko, mér finnst ég var einu svona svo andugur trúarbrögðum og ég held að við höfum öll farið í gegnum svolítið tímabil. Já, svona rosa reiður gagnvart öllu. Í dag sé ég auðvitað getum við bent á okkur svona sögulega staðarindur viðbjóð sem hefur átt sér stað í trúarbrögðum en í dag en það nú yfirleitt bara þegar vont fólk notar trúarbrögð til þess að réttlæta eitthvað ógeð 100% sammála en í dag einhvern veginn ég respekta öll trúarbrögð sem respekta önnur trúarbrögð ég held að þau séu öll þar sko í grunninn en það eru samt í þau eru meira líbó til dæmis eins og í fríkirkjunni það eru staðir þar sem að trúarbrögð eru opnari fyrir því að þú veist blóðir inn í kirkju eða takir á móti einhverju annari trú með trúarathöfn eða eitthvað svona dæmi mér finnst alltaf slæmt
ég alltaf að segja þessa setningu, elskana, afi sagði við mig, umkringduði fólki sem að leitar á sannleikanum og forðastu fólk sem búið að finna hann. Og mér finnst þetta að vera svo gott. Það er mjög gott. Bara að vera, ekkit eitt rétt, auðvitað, ég fullt að hlutum, en veist hvað ég meina? Nei, ég veit alveg, og bara því meira sem maður veit, því betur átt að maður sá því að maður veit ekki neitt, einhvern veginn, og þú veist, maður bara einhvern veginn alltaf að þróast og læra, og ég held að þetta sé bara mjög rétt sem að afiðin sagði. Grunnina að svona, að svona guðspælingar eru fallegar, núvitundar pælingar að finna eitthvað svona aðri mátt innra með sér eða annar staðar og finna innri ró og geta tala við eitthvað svona, en síðan þegar þetta narróað niður í, herri já, by the way, þú veist, og þetta svona að þá verður þetta ekki fallegt, finnst mér, og ég ekki að segja að allir prestar séu vondir eða trúa vond eða... Nei, ég meina, þú veist, það sem að trúaritt náttúrulega geta ekki tekið tillit til dagurinn í dag vegna þess að þau voru skrifuð fyrir skriljónurum og hérna það er erfitt stöf fara eftir einhverju handbók og þú veist og ég meina ég held að og, þú veist svona bókstafstrúar fólk átti sig meira segja að því að í mörguleiti að þú veist að það er auðvitað eins og til dæmis bara kristifólk í hérna ríkiskirkjunni, þjóðkirkjunni það þú veist það aðhyllist hérna Nýja testamentið frekar heldur en það gamla vegna þess að þetta gamla er eiginlega frekar subbulegt og ég sko bara, null stúderað og ég meina og aðhyllist og ekki aðhyllist en ég get sagt þér gott dæmi hérna, ég var líka svolítið svona eitthvað trúarbrögð eitthvað svona, þú veist með þá og það voru líka fordómar í mér sko að því að við erum öll með fordóma og við erum alveg svona konstantli alltaf bara að vinna okkur út úr því að vera fordómafull að því að hérna, þú veist, þú ert náttúrulega bara fordómafullur og þú skilur ekki eitthvað eða þekkir ekki eitthvað Gaza, fólki á Gaza vinir mínir sem eru múslimar sem koma frá Gaza og koma frá Palestínu þeir hafa mist allt sitt, þeir hafa mist bara heimalandi sitt í hendunar á hræðilegum innrásarher og þeir hafa mist fjölskyldumeðlimi og börnin sín og bara allt einhvern veginn það eina sem að þeir eiga er trúin þeirra og það er það sem er ekki hægt að taka af þeim og þegar að þú horfir á palestínufólk að það er einhvern veginn það er svo ótrúlegt hvað þau eru í svo miklu jafnvægi miðað við það sem að er að ganga á og þá skilur maður og þau segja það bara vegna þess að ég veit að Allah er með mér og það er svo trú sem að kemur þeim svo ofboðslega langt og einhvern veginn sko einmitt og þegar þú ert búin að missa allt og þá er þetta það eina sem þú ert eftir og þannig skil ég, þá fatta ég það bara svona bing, kveiknaði pera og ég var alveg já, ég fatta Mér finnst bara svo meira svo þó að sko að Palestínu múslimar væru hræðir, segjum bara tökum bara dæmi, það væri eitthvað svona hræðilegasta fólki heimi að þú getur horft á þetta og verið bara, nei þetta er, og ég held að fæstir hugsi svoleiðis en það er þessi sko, þú veist það er þessi afmennskun sem hefur átt sér stað og þú veist og það er þannig náttúrulega sem að hérna öll bara svona þjóðarmorð og hópmorð og allir svona þú veist targetaðir svona fordóma hreyfingar hefjast á því að einhverjir afmennskar, hann er ofðeraður upplifir samt ekki og núna svona, þú veist, burt auðvitað veit ég að hérna auðvitað veit ég að flestir að fæstir mæta kannski á mótmæli það er in a way dedication og þú veist, setja sér dýpra í málefni og kannski einhvers konar hræðsla við að vera flokkar einhvers staðar ég myndi halda að flestir á Íslandi hati hvað er að gerast í Palestínu og finnist það óþægilegt og ljótt og vont og vilji fólki betur ég trúi þessi 73% ég trúi í raunverulega að við séum og það er oft svona ég held að fólk seti sig oft bara ekki inn í málin bara því þeim finnst það óþægilegt mér finnst ekki gaman að fara í gegnum vídeo og sjá löppa barnið skilur en samt svona einhver leiti nauðsynlegt að vera þú veist meðvitaður maður þarf að vita hvað þú veist þetta er heimur sem við búum í þetta er það sem er að gerast í okkar nafni en mér finnst bara svo hættulegt hvernig þessi umræða er að blandast inn í
hælisleitenda og flóttamanna umræðu að þeir séu hræðilegir og minnst það einhvern veginn svona eins og það réttlæti þá að við séum ekki með, réttlæti að við séum ekki duglegri að taka þátt í einhverjum hlutum eða þú veist, ef einhverju væri settur hérna on the spot og hann væri spurður bara, þú veist, ef þú hefur tækifæri til þess að bjarga mannslífi, þú veist, gerur það já eða nei og þú veist, ég held að allir myndi segja auðvitað myndi ég bjarga mannslífi. Ég þekki þetta ekki alveg, ég er ekki það djúpt í þessu, er ekki íslenska ríkisstjórnin alveg, þú veist, Palestínu megin, segja þær ekki ópenbarlega Palestína er ríki og þau reyndar, sko, málið er að það sem að með íslensku ríkisstjórnina alveg eins og hérna bara eiginlega allar aðrar ríkisstjórnir þessa heims, þá eru þau rosalega mikið að reyna að feta einhvers konar milliveg og það er talað tveggja ríkja lausn og eitthvað svona, en það sem að tveggja ríkja lausn hefur fært okkur er þetta ástand og við þurfum bara átt okkur á því að þetta er svo miklu meira heldur en bara þessi, þú veist, eitthvað A og B að deila, þú veist, þetta snýst bara sko hugmyndafræði og svona kerfi, þú veist, imperialist kerfi, þar sem að einhver getur komið, rekið í burtu, innfæta, hérna byggt upp nýtt samfélag eftir, þú veist, einhverju svona hugmyndafræði og hérna, og þú veist, og ég held að það sem er að veröldinni er að, þú veist, við erum öll með yfirvöld og hérna stjórnmála fólk og sem að einhvern veginn gengst upp í þessu kerfi og trúir ennþá á það einhvern veginn og þá er svo rosalega erfitt að því að leið og þú segir bara, herðu nei, við þurfum bara, þú veist, Ísrael er ekki ríki, það eru vissulega til fólk Ísraelar í Palestínu, en þú veist en ef við tölum bara svona, þú veist, ef við ekki spilna borðið bara, þú veist, ég held að við vitum bæði að það er aldrei þetta er aldrei að fara að snúast í nákvæmlega hina áttina og þetta verður bara Palestína. En við höfum séð það gerast nefnilega, þú veist, ég meina Suður Afrika, apartheid, þú veist, ég meina það nefnilega kemur alltaf svona punktur og ég meina og ég bara helförin þú veist, nasistarnir, þú veist, voru reknir aftur inn í hérna Þýskaland og hérna fattar þú veist, þannig að þetta er bara nákvæmlega sama, þú veist, þetta er bara sagan að endurtaka sig með svolítið svona ekstrím hérna nútíma öfga, þú veist, drónavopnum og hérna, en þetta, þú veist, einmitt, þetta er eitthvað sem að hefur gerst áður og hérna þetta vonar maður að besta og ég sem hérna bara, þú veist, íbúi í Vesturbæ Reykjavíkur hérna, get lítið annað gert en að bara annarkvort að vekja athygli á einhverjum hlutum í gegnum mig persónulega og síðan bara vona það besta en maður er svona velti fyrir sér auðvitað bara svona auðvitað vil ég að fólk eigi að fá heima þar sem það á heima og haldi í sitt en þegar þetta komið á svona stað þá hugsa maður svona væri betra er þetta að fara að hætta, er þjáningin að fara að hætta, væri betra að þetta er leyst með öðrum leiðum já, ég held að það þurfi hernaðilega íhlutun til þess að bjarga Gaza, ég held að það sé alveg bara ég er að tala um þetta bara eins naív og hægt ég held að það, þú veist, það ætti að vera löngu orðið ljóst að það sé svo vont, mér finnst líka vont að hérna við verðum líka að horfa og ég veit að kommentakerfin og Ísrael, stuðningsmenn Ísrael alltaf benda á hérna þeir eru alltaf verið að færra 11. október sem þetta 7. október sem er alltaf verið að benda á þetta en að samaskapi ég er bara svo mikill Þú veist hvað gerðist 7. og 5. og 4. október. Ég er ekki að benda á þetta. Það sem ég er að segja er að mér finnst bara alveg svo vorum að tala um Úkraínu og Rússland á hann. Mér er í raun og veru alveg sama hvort þú sést að skjóta barn í hausinn sama hvoru megin það stendur. Mér finnst það alltaf vera viðbjóður og mér finnst það vont í hjarta sko. Og þannig að ég var í einum mótmælu niður á Austurvelli og þetta er engin punktur í að ég sé ekki sammálaðir. Þá var verið að segja hérna frjálspalestína, síðan kom einn setning sem var sendum eldflaugar á Ísrael og þetta var tjanta sko. Það var, já, og ég var bara svona, ok,
ég geðið til að standa en ekki til að segja þetta, skilur. Nei, ég er mjög hissa yfir því, því nú hef ég mætti mjög margar og ég hef ekki heyrt þetta. Nei, þetta var, þú veist, mér langar næstu að klippa þetta út bara til þess að láta þetta ekki vera punkt eins og ég sé að tala um þetta. Nei, við skulum bara, það er ekki punkturinn, en þú upplifir það samt að, þú veist, ég meina, þið langar ekki að réttlæta morð með morðum. Nei, og þú veist, hefna fyrir morð með morðum. Það er þetta útskýra, þú veist, það er þetta útskýra akkur Nonni misti hendina þegar hann potaði ljónið, skilur við bara, veist hvað við tala um að einhver leiti, en mér finnst mér finnst, í grunninn finnst mér þetta bara svo ógeðslega sorglegt og auðvitað væri næst sem maður geti gert svona bara og hægt að sjá þessa ógeðslega þjáningu og fyrir mér er engin spurning að þetta sé þjóðamorð, það er bara það að sé ekki verið að gefa fólki að borða og að sé verið að banna fólki að fara með snuttur og bleiur, þar liggur þessi ógeðslega mannvonska sem að þú veist, hver sveltir börn, þú veist, þetta er bara vont fólk, Já. En það er ótrúlegt að sjá samt, ég held að sé líka það búið að vera svo mikið propaganda að ísraelsk börn trúa í bara raunverulega palestísk börn séu rottur og það er nefnilega, þú veist, en við þurfum að bjarga þeim börnum. Eru þau vond? Nei, veistu hvað ég er að tala um? Nei, auðvitað eru þau ekki, börn geta ekki verið vond, það er bara þannig, börn er ekki vond, þú veist, þau geta gert alveg umulega hluti og þau geta verið algjörði dykk, en þau eru bara, þú veist, það er bara ekki mögulegt, af því að þau bara hafa einhvern veginn ekki eins og vit á því, en það er hægt að halda einhverjum upplýsingum með börnum og bara langt fram að fullorðins ár og það er hægt að láta fólk trúa öllu og það er það sem er svo skeri, ég meina, manstu þegar við vorum að, þú veist, alast upp og vorum að læra bara helförina og við hugsaum með okkur hvernig gæti þetta gerst og við hugsaum bara hvernig gátu þau hugsa svona annað fólk og ég meina þú veist bara ólst uppið bara þetta bara, það er það sem við erum að horfa á bara. Og svo erum við bara að horfa á þetta núna og ég meina við settum okkur öll í ákveðin spór í þetta var þú sko gott ef þetta var ekki bara eitt af svona kaflaverkefnunum í helfarakaflanum í sögubókunum þú veist eitthvað svona settu þig nú í spór þeirra sem eru á Íslandi að upplifa helförina eða eitthvað svona og ég man eftir því að það var sagt frá, það var kona sem reyndi að fela gyðinga heima í sér og lítil börn og hún var svona, þú veist, eftir á þá var hún álitin svona ákveðin hetja en á meðan á þessu stóð þá var hún ásótt og fangelsuð og alls konar en hún, sú kona satt alltaf í mér persónulega sko og ég held að sko að þú veist, við þurfum kannski bara að trúa meira á það að þú veist, við getum öll breytt einhverju, eða ekki? Jú, ég veit hvað meinar. Ég held að sé kannski líka eins og ég segi, hvað get ég gert, bla, eitthvað. Auðvitað getum við haft hjútsrödd. Maður upplifir sér bara varnarlaus. Ég held að það sé dálítið svona... En er það ekki sem ásamt svona, þú veist, maður ekki bara eitthvað ofgóðu við sjálfa sig þá? Einhverju leiti, auðvitað er þetta það er bara svo óþægilegt. Ég elska líka bara hvað líf mitt er þægilegt einhverju leiti, veistu hvað ég er að tala um bara, veist, og ég held að við gleymum því oft hvað við erum í miklum toppmálum minna sér frá persónulegum vandamálum og alls konar. En finnir þú ekki fyrir svona, þú veist, ég nefnilega, þú veist, ég finn fyrir alveg svona nagandi þú veist, nístandi samviskubiti yfir því að hafa gott að hafa það svona gott vegna þess að ég er fædd hér og með hvíta húð á meðan að þú veist að það er til einhver kona sem er alveg svo ég, hún er kannski bara sama ammælisdag og þú veist hefur bara, þú veist, einhvern veginn alist upp bara á eitthvað allt annars staðar á netinu. En það er sko mér finnst samt að, ok ég ætla ekki að fara að gera þér upp skoðanir en mér finnst ekki rétt að vera með nagandi samvinskupið út frá aðstæðum sem að þú hafðir í raun og veru enga stjórn á sem manneskja að fæðast einhver staðar alveg svo hún ég hef mikla samúð ég hef mikla samúð með fólki sem hefur að slæmt en er það þá ekki vegna þess að henni líður svona vegna þess að hún er á þessu stað og ég er á þessu stað verð ég þá ekki nota þú veist mitt svona þú veist mína yfirhönd til þess að reyna að koma henni upp úr og við séum jafnar er það ekki svona
það er mjög fallegt en ég held að samviskubitið þitt gagnvart því sé ekki endilega eitthvað sem gerir þér né henni gott, en ég held að sé mjög gott fyrir þig að hugsa og fatta að þú sért en þú veist, en svona samviskubit, það er náttúrulega bara tilfinning og þú veist, það eru náttúrulega mjög margar tilfinningar en svona samviskubit er svona, gerir maður reiðan á endanum og þá bara springum maður og gerir eitthvað. Ef ég sé barn í hjólastól þá fæ ég hef fengið alls konar tilfinningar en það gerir ekki gagn að ég fari heim og vorkinni sjálfur mér yfir því að líða svo illa yfir því að barnið sé í hjólastól. Já, ég er ekki að meina svona vorkinni sjálfur mér yfir því. Ég meina það ekki alveg þannig. Ég er að meina svona frekar að, þú veist, að ég leyfi mér einmitt að, þú veist, að vera ofbúrslega reið og döpur yfir því og nýta svo þær tilfinningar í, þú veist, að gera eitthvað, þú veist, eitthvað, ok, ætla ég bara að setja inn og láta mig líða svona eða ætla ég actually bara að gera eitthvað og ég held að, þú veist, að það sé mig langar svo að fólk... Ég tengi við eitthvað sem þú ert að segja, en ekki kannski ekki hérna skömm, þú veist, ég skammast mér ekki fyrir að vera hvítur millist eftir gaur á Íslandi, það er bara, það er einhvern veginn bara það sem ég og skapaði mér eða gerði eða bara það sem þú fættist inn í svolítið. Já, ég samt örugglega húðin alltaf. Já, síðan alltaf bara samengi, þú veist, við megum ekki heldur gera lítið úr vandamálum og uppeldi í samengi við bara hver við erum og hvar við erum. Mér finnst einhver sem er moldríkur og ég vorkenni alveg milljónamæring sem að lendir í fjárhagskvíða líka þó svo að ég tengi lítið við það. Veist, mér finnst ég hef samúð með öllum sem hafa það vont í hjartanu yfir höfuð, skilur. Já, það er hægt að setja sér í spor allra einhvern veginn. Ef maður einsetur sér að skilja heiminn betur og fólki í kringu sig, þá verður maður að setja sér í allra spor. Já, og það er oft mikill hausverkur líka, því að þá er maður bara eitthvað, þú veist, auðvitað þessi lúser þarna sem betur ofbeldi eða eitthvað svona. En þú veist, en maður er alveg þar. Síðan En hvað það er það eina sem gæti hjálpað einhverjum sem hefur gert hræðilega hluti er að hann upplifið að hann geti komið tilbaka og... En maður að gera hræðilega hluti með því að fæðast inn í eitthvað? Nei. Þú getur ekki það gert. Ég er að segja, meiri segja þó bara, maður þekkir nú alveg nokkra silfurskeiðar, skilur að ég man þegar ég var yngri, ég þoldi ekki lið sem að fekk til dæmis gefins íbúð eða bíl þegar fekk bílprófi eða eitthvað svona, því ég ætla nú ekki að segja að ég verið alveg upp í ykkur fátækt en við áttum samt engan pening veistu, bara, og höfum það fínt hér einhvern veginn þegar ég var eldri þá hugsa ég vil geta gert þetta fyrir börnin mín að einhverju leyti svo lengi sem að þau sýni því virðingu og fatti það að þetta er ekki sjálfsagt. Já, ég meina ef að þetta er eitthvað svona órjúmalegur partur af tilverunni að þú veist eiga bíl og íbúð og eitthvað svona bara fyrir útfólk sem það er. Já, ég meira svona bara öryggis svona tilfinning eins og en á samaskapið, þú veist, dóttir mín 13 ára og hún fór bara vann fyrir mig í fyrra. Á júluvennir, þá var hún bara sett í starfsmannabúning og vann í 5 tíma og fekk laun fyrir það, skilur, og skrifa á þessu bóli og það var dreigið af henni. Ég er að segja, þú veist, við verðum að kenna krökkunum okkar að dót sé ekki sjálfsagt, ég þetta sé slæmt fyrir okkur að bara... Að maður þurfa að vinna í rosalega marga klukkutíma bara fyrir nokkrum pókum í bónus, sko. Já, minnst það nöðsilegt. En minnst það samaskapið, sko, ég gerir mig grein fyrir því að það er brútal stéttaskipting í samfélaginu og í heiminum og ég vildi ég væri til í að sko, stjórnvöld geri ég er sko einhver leiti sósíalisti í grunninn en líka kapitalisti sko ég trúi á að ég er bara miðumaður ég er bara það hljóma meira svona eins og kannski bara svona anarkisti nú er ég bara naív skoðun mér finnst það allir ætti að fá húsnæði þú veist bara, mér finnst það ætti bara by default allir ætti að fá húsnæði það eru mannréttindi, þannig já, bara absolutt já, skóli heilbrigðisþjónusta
síðan finnst mér allt í lagi og látir gera bara, veist, María Lilja í gulli einhverstaðar á einhvern vegg ef þig langar að gera það og ég, veist, ég er ekki á þeirri skoðun að við eigum öll að vera jöfn. Mér finnst að við eigum að fá jöfn tækifæri í grunninn og mér finnst að við eigum að fá grunnþjónustu þannig að við getum átt almennilegt líf en ég veit á sama tíma ég segi þetta þá skekkist þetta alltaf. Þú gerir það nefnilega því að þú veist þegar þú ert bara með hérna svona hrúa peningum og það er einn gæi sem að næra alltaf til sem meira peningum vegna þess að hann er komið með betri tækifæri vegna þess að ná rosalega mikið að peningum fyrir þannig að hann einhvern veginn og þú veist og svo endar það bara þannig að hérna þú veist hrúan er búin og þú veist sumir er ekkert, sumir er smá og svo bara einn gæi sem að svo sammálaður en málið er hérna þetta er tvískipt sumir eru gráðir og taka mikið til sín sumir róa bara rosalega mikið ég til dæmis það var líka kannski hægt að setja bara þak á það hvað mátt eiga mikið ég sammála því við erum sammála þar ég til dæmis er á því að þú eigir bara ekki að eiga geta 8-10 milljarði inn á bankabók sem er þá ekki í einhvers konar umferð af vinnu veistu hvað ég tala ef þú átt svona pening ef þú átt pening sem endist yfir þrjú lífskeið þá áttu meira en nóg þess vegna segi ég aftur að þetta sé naív því síðan er bara þú veist fyrir mér er eitthvað nóg sem er ekki nóg hjá öðrum hvar er þakið, hvar er að setja ég til dæmis þú veist í dag, mér gengur mjög vel mér er að gera dót sem ég elska að gera og það er ekki nema ég stoppi mig af og hugsi bara, herri, ég er bara drullu fokkið þakklátur fyrir að eiga íbúð í Vesturbænum og 3 börn og vera ekki peningavandræðum bara heilbrigð já, en ég er að segja, þú veist, en ég þarf að segja þetta við sjálfa mig því annars er ég bara stundum bara annað gikk, meira svona eitthvað, djöðlega gaman að mér langar svo að eiga verði ekki eiga svona úr ég held að þú veist ekki, mér þetta líka það sem þetta gerir, þú veist eins og við vorum að tala um hérna fyrir löngu síðan áðan þú veist þú veist, það er eitthvað svona hagsmunaaðilar sem sjá hagsinn í því að halda að manni alls konar hlutum, úrum og þú veist, útliti og hinn á þessu og hérna, þú veist við erum öll alveg ginnkeypt fyrir því sko. En maður þarf einmitt eins og þú segir alltaf að stoppa sig þú veist, ég er með gulltönn sko. það er bara það svo fyndi þegar ég er eitthvað svona segja bönnunum mér frá því að það sem verður að spara og svona, já, þú ert með gulltönn bara við verðum ekki fátæk með þennan tvo þetta sko kostaði minna heldur en vennilega tönn sem er galið það er enda svolítið galið já, þetta er eitthvað tannlækna gull en tölum aðeins hérna júluvennar já, ég til ég að förum úr gasa já, ég meina þú veist, nú er sumar búið bara beint í jólin ok, ég til ég ég er svo peppar, ég er að fara myndatöku fyrir júluvennar á morgun gastu einhvern tímann ímyndað þér að júluvennar yrði að þessu risa barni mörgum áru síðar? Nei, mér fannst það eiginlega bara galið að hugsa það að ég ætla að bý til júluvennar 2017, þá var ég 27 ára við búum þetta til 2 að því okkur fannst svo leiðilegt að það var aldrei neitt að gera í desember það mættu bara eitthvað svona frostrósir og Sigga Beinteins og þessi með sína jólut og baggalútur þannig við ákvæmum að gera rapptónleika með green poster gerum það og við bara seljum strax bara 7 gig í Gamla bíó höldum tónleikana, erum með eitthvað svona grín íva, fáum Kallakór kaffibarsins, fáum Helga Björns at that point fannst mér ógustlega fyndið í dag er eitthvað bara eitthvað svona er ég semmi í bara eitthvað já, það er bara eitthvað fyndið hvað er orðið eitthvað svona það er ekkit endilega skrítið að sjá Sigga Beinteins MC Gauti á plakati núna nei, einmitt en hérna og síðan vatt þetta bara upp á sig fórum í Háskólabíó árið eftir og síðan fyrra færðum við okkur í IR-heimilið þannig að þetta er bara eitthvað jólaæventýri sem er búið að stekka litla jólaæventýri orðið að kapitalísku skrimsli já, ég meina þú veist, þetta er auðvitað bara draumur giggarana að þú veist að geta einmitt bara verið með svona power show og þú veist, lifað ágætlega á því fram á næsta ár já, ég lifi alls ekki á þessu bara við eyðum bókarinn minn þolir ekki við eyðum
örugglega svona 25% meira í sjóið en ég ætti að gera. Ég bara, miðinn kostar 13.900 fyrra eða eitthvað, ógeðslega dýrt. Og ég bara... Það er ógeðslega dýrt. Það er ógeðslega dýrt. Í desember, það er bara alveg fárlega. En ég bara, ef að fólk að borga, og síðan fjölskyldusjóð sem kostar 4.900, 5.900. Já, ok. En, ég bara á því, þú ert að borga svona mikið pening og það raunverulega kostar ógeðslega mikið að halda gig eins og Júluvennar. Ef þú ert að borga svona pening, þá þarfst að fá topp sýningu frá mér og fyrir mér er þetta ekki tónleikar, fyrir mér er þetta músikana, en fyrir mér er þetta sýning. Þetta ég reyna að gera, hefurðu mætt það? Nei. Ég kem. Já, verður eiginlega að koma. Við höfum verið með tvíhöfða, við höfum verið með sögugarðars í uppistandi. Ég er svo mikið fílupóki jólin, sko. Ég er eitthvað, jólin. Ég er svolítið þar, sko. En kannski þarf ég... Þú átt 1 barn, 2 börn? Ég á eina stelpu, hún er 17. Ha? Hún er 17 ára, ég veit það. Er hún 17 ára? Hvað heitir hún aftur? Kría. Er hún orðin 17 ára? Ha, ég er ekki að tjóka. Nei. Þú hefði getað sagt mér núna, já, hún er 7 ára. Já, og ég hefði verið bara, auðvitað er hún 7 ára. Einmitt. Er hún 17 ára? Já, hún er bara menntaskóla og þú veist. Ég ætlaði að fara að segja við þig, átti ekki undir barn. Er ekki alltaf gaman í jólinn þá? Sko, þú veist, það er ekki það, ég elska ekki að eiga tíma með fjölskyldinu og allt það. Mér finnst það alveg frábært, mér finnst sko, ég fæ svona jólakvíða í desember, þú veist, þú þarft að gera hluti og eitthvað svona gefa gjafir og mæta eitthvað og svona, mér finnst það yfirþyrmandi. Búðu bara til rapptónleika og settu alla ábyrgðina þína á það og þá neyður konuna þína til að fara á þriðjuvaktina jólin. Þannig að hún er dálítið í... Já, þannig að hún er, einmitt. Nei, veistu hvað, við vorum í bílum í dag. Við vorum að tala við sko reynum að fara snemmi í jólagjafirnar. En gefur ekki bara öllum miða? Sko ég hef aldrei gefið neinu miða, af því þetta er alltaf eftir. Já. Nei, jólun er alltaf eftir. Þetta er sko 20. desember. En þetta er, það fyrir hellingur að tíma í þetta. En núna, þetta var eins og alltaf á Þorláksmessu. Nú er þetta búið 20. Þannig að þetta er 19. og 20. Þannig ég næ svona, Þú nærði inn í bara svona, þú veist, loka metrarinn á jólastressinu. Það er alveg svona versti tíminn. Ég veit og ég mæti sko, ég verið að gigga, ég verið að mæta heim svona 5-6 eftir Þorláksmessugigið og beint heim og að gera möndlugrautin. Það er my thing, sko, bara hræri ykkur pott, bara ógeðslega þreytur. En svo komu jólin og þá var allt rosa næs. Það er svo næs, við erum með 3 börn og jólin er orðin eftir að við fórum að elska mömmu og gott að vera á mömmu jólin, en eftir að við færðum okkur bara svona við það er eitthvað ekkert stress og bara ekki sparifötum oft og það er eitthvað Já, ég held að við séum alltaf að leita af því en við samt einhvern veginn þá bara tekst okkur samt að búa því svona kátík og stress svona fyrirfram við förum alveg í panik sko, eitthvað svona, oh my god, ég glemt að kaupa gjöfhanda við reyndar, ég verð að segja ég er stoltur á okkur við gefum bara lítið af gjöfum og fáum þar minnst reglan er bara börnin í fjölskyldinu öll þau fá gjafir ég er ekki að þú veist síðan er alltaf með sko að við erum við erum 3 systkini við erum 4 systkini og mamma pappi og án sko síðan börn sem sagt mann sem sagt mömmu og svona við drögum alltaf við setjum í pott og það er alltaf bara dregin einn þú gefur alltaf bara einum á hverju ári það er svona mjög snögt já að því að veist, ég er 36 ára ég er búinn að gifta mig mér vantar ekki pott sko ég bara það er ég alveg að tala það er erfitt að finna hlut eitthvað sem að býr til það er langskemmtilegast við systurnar vinnum svolítið með það við gefum hver annari eitthvað sem við búum til en það er ógeðslega gaman það er bara mjög skemmtilegt og það er langskemmtilegt þegar börnin gera eitthvað ógeðslega skakka leirk kaninu og hún er máluð bara og maður er bara vá, þetta er að fallast sem ég séð og ég ætla að eiga þetta eilífu litlu hlutunir já, þannig að ég dýrka það ég svona, þetta sé ekki alveg svona
Mér finnst við ættum öll að pæla hans í þessu. Já. Þetta á ekki að vera svona ógeðslega mikil friðun. Neysludrifið. Mér finnst þetta að vera neysludrifið í matnum. Já. Ég bara farið og köftu labbaði inn í búðina og hlutur eins og hefur aldrei keypt þér að því þið finnst það svo dýr, köftu hann, njóttu þess og slepptu að gefa frændaðinu svo hatargjöf, skilur við. Mér finnst þetta að vera heilræði. Kannski við klárum þetta aðeins á umræðinni bara tónlistafólk og svona veröldina sem að tónlistafólk býr í. Það voru fréttir í gær Spotify var með næstu því 100% markaðshlutdeild á Íslandi og svo voru reyndar einhverju aðrir sem bent á það bara já en með tilkomu Spotify hefur íslenskt tónlistafólk bara fengið meira greitt nú en nokkuð tíman áður og allt þetta. Hvar stendur þú í þessu? Ég held að sé eitthvað til í þessu að við séum að fá meira greitt en við fengum áður. Ég sé fleiri litlir að fá eitthvað. Fleiri, ég menna þú veist, ef þú varst lítill artist á undan því sérstaklega þú varst ekki munurinn núna geta allir gefið út í dag og það rosalega fegurð í því. Það sem ekki fallegt við þetta auðvitað einokun á markaði og að þú þurfir að fara einhverja x leið til þess að gefa út músík og það miklu erfiðara það erfiðara að verða vinsæll. Ég held að það sé erfiðara að festast vinsæll. Ég held að það sé auðveldara að koma sér inn með eitt lag og svona. Það sé erfiðara og fólk virðir ekki listina eins og það gerði. Þú veist, einhvern tímann keyptir þau plötu og þú áttir þessa plötu og þú varst ekki að kaupa þér endilega geisladiski hverri viku af því að 2008 var bara slatti. En þú líka hélst á henni í höndunum, Hélst á henni. Þú fannst fyrir henni að þú lést eitthvað fá pening og fékkst eitthvað tilbaka, En síðan kemur náttúrulega millibilsástand, það sem allir fyrir að downloada, sem var rosalega gaman sem neytandi og hræðilegt sem listamaður. Já, Napster. Já, bara gjörðu svo vel, bara hér vírus. Hvað er þetta? Þetta LimeWare. Það var náttúrulega bara, þú downloadaði LimeWare og tölvægin byrjaði bara að hósta, skilur. En ég sé fallegar hliðar og slæmar hliðar minnst tónlist óvart verða meiri skammtíma neysluvara, það er auðveldara, fólk fyrir að semja styttri lög til þess að fá fleiri views og það er náttúrulega miklu auðveldara að gera svona sálarlausa músík og gefa hann út og þú getur jafnvel bara gert það með AI, bara tjekka bara á Magga Mix til dæmis á Spotify, skilur Guð blessi hann, bara halda fram að gera það að gera Maggi, en það er samaskapi finnst mér, þú veist, ég get bara núna farið og sett saman playlista af fullt af einhverju liði sem ég hef aldrei heyrt ég get kannað ég kannski fyrir svona grúskar og nördi er þetta náttúrulega ógeðslega aðgengilegt og mjög skemmtilegt og svona, en svo náttúrulega þú veist, það með þetta eins og kannski allt sem við erum bara búin að taka fyrir hérna í þessu viðtali, það er alltaf svona, þú veist, það er alltaf svona tvær hliðar og einum peningi, þú veist, þetta er svona þú veist, það er margt gott en svo líka mjög dark hlið. Mér finnst ég er kannski vont dæmi að tala fyrir þessu af því að ég er vinsæll og ég fæ fullt af ég fæ meiri pening heldur en kannski meðal lítil hljómsveit sem er að fá lítið streymi en staðreyndin er samt svo að eins og í mínu umhverfi. En þú gætir verið að fá miklu meira ef það væri ekki fyrir Spotify kannski, þannig að þú veist, það kemur eiginlega verð niður á þér sem listamanni heldur. Ég veit ekki, gæti ég verið að fá meira? Ég veit það ekki. En ég meina, ef þú átt nóg þá er það bara nóg líka. Já, en síðan er staðreyndin flest lögi mín hafa ekki borgað sig upp. Það er bara staðreynd og þú þarft segjum að lag kosti einhvers staðar á bilinu 200 til 500 skall að búa til þú veist, það fyrir bara allur gangur á því ef þú ert soloartisti þá náttúrulega bara borgar bara mix og master það er samtalið 100 skall þú vinnur kannski með hljóðfæraleikurum og borgar þeim session spanar allt á 0 upp í 500 skall til þess að fá þessa tölu tilbaka, segjum þetta kosti 400 skall, þá þarfst þú allavega svona 800.000 streymi sem er orðið hittari og ég held að ég kannski 12 lög 13
sem að ná og nú eru þetta alls konar dæmi fullt af dóti sem ég gerði back in the days kostaði ekki jafn mikið og hlutir kosti í dag og mismunandi hvort ég sé að vinna með bandi eða einum pródúser eða stundum með prósentuskipting milli artista skilur en aðaldæmi náttúrulega bara líka að vera duglegur að spila vera sniður með búa til tónleika ég líka bara að búa til bóli og ég fekk meira út úr textaverkum í fyrra heldur en Spotify. Býtu, hvað eru textaverk? Bara ég að skrifa texta minn í ramma og og selja það. Já, þú og Booby. Já, ég náttúrulega bara sá Bubba gera þetta og bara hermd eftir hún og ég held að það voru eitthvað svona 7 artistar sem gera þetta í fyrra. Og ég sagði mér sem Bubba, ég sagði, Bubbi, ég var bara herma eftir þér, ég var bara að gera textaverk. Og hann bara, já, auðvitað herma eftir mér, eitthvað svona. Já, auðvitað. En þú veist, bara, if it works, sko, og finna sér leiðir og vera skapandi. Þarna kemur náttúrulega því miður líka sponsatæmiðin. Þú veist, að einhver, og ég segi því miður, og ég skammast mín ekkert fyrir að vera sponsum, en þeir... Það væri þægilegra að geta bara sleppt því. Auðvitað væri þægilegra að vera með tónlistavídeó og þurfa ekki endilega að setja eitthvað inn í það, þú veist, sem að, en þá líka, hér sérðu líka muninn á artista og síðan einhverjum sem algjör búbla, hvernig product placement getur verið fallegt á móti einhverjum viðbjóð, sko. Þannig að það eru margir artistar sem eru bara blatant, bara ég ætla að setja cool bet hérna í byrjun á vídeónu þá maður bara en þú veist, hluti getur verið fallegir fagurfræði, eitthvað skot af bar og það einhver vodkaflaska sem að sponsa, þetta getur verið fallegt product placement og í 90% bíómyndum sem þú horfir á product placement meiri segja bara í verbúðinni skilur það sem að bara já, stundum það augljóst, stundum það ekki augljóst og ég pæla alveg ógeðslega mikið í þessu út af því að ég heyri það, þú ert svolítið svona konfliktaður yfir þessu svona. Nei, mér finnst bara nauðsynlegt að ég til dæmis bara sagði upp spons daginn samt frábært fyrirtæki sem vinur minn á að því ég sagði auglýsingarnar sem ég að gera fyrir þig kom ekki náttúrulega til mín og ég sagði ég væri til í að halda áfram í samstarfinu en ég finn að þetta að hafa þannig ég að setjast niður og hugsa nú þarf ég að búa mér til ímynd til þess að og ég held að það sé kannski og ekki það, ég kannski posta myndað eitthvað orkudrykk, þá það ekkert eitthvað það sem ég í grunninn, en sumt kemur náttúrulega til manns og auðveldar að gera, heldur en hlutir sem eru bara pjúra, ég er að selja sál mína til að gera þetta, skilurðu. Þannig að ég skora á listamenn líka að finna hjá sér, þú veist, einhvern milliveg í að taka ekki bara við hverju sem þangað til að við lifum í fullkomnum heimi þar sem að bara hægt að lifa af listinni og við bara einhvern veginn já, ég segi aftur, ég vant dæmi ég bara lifandi tónlistarmaður og gerir það for a living, sko, þannig ég get ekki þóst kvarta yfir því að vera Nei, en ég meina þú hefur komið langt og ég meina þetta var ekkert auðvelt en þú veist komið mjög náttúrulega þrátt fyrir þú hafi tapað í rýmnastríðinu. Já, þetta var erfitt þetta var erfið ár Þú var hafnað því í byrjun en þú svona Já, sem kom ég tilbaka Þú komst tilbaka MC Gauti Þeyr Másson, þakka kærlega fyrir að koma hingað að Rauða og bara tala alls konar við mig, það var mjög gaman að fá þig. Takk fyrir mig. Og hér ætlum við að setja punkt í dagskrá kvöldsins. Ég minn ykkur á að það hægt að gerast áskrifandi af samstöðinni á samstöðin.is, það lítill knappur sem ástendur áskrift og með því að gerast áskrifundur getið þið orðið eigendur og þáttakandur hér í þessu skemmtilega verkefni sem að samstöðin og mun verða vonandi sem lengst. Takk fyrir mig og góða nótt. Segðu það á samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda.
Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.